Kristjana Benediktsdóttir ungur tannlæknir í Keflavík en hún ætlar að gefa afrakstur vinnu sinnar í 1 dag til Krabbameinsfélagsins í bleikum október. Hún greindist fyrir 7 árum með sjaldgæft krabbamein aðeins 23 ára en heilsuhraust í dag og laus við krabbann. Hún segist hafa fengið tannlækna genin frá föður sínum sem hún starfar með en móðir hennar hefur einnig unnið í fjölskyldufyrirtækinu að hluta til. Kristjana hefur spreytt sig á samfélagsmiðlum tannlækningarnar sem hefur verið skemmtilegt að fylgjast með og við heyrum nánar það. Við hittum ungu konuna á tannlæknastofunni. Já, ég var frekar ung, ég var 23 ára þegar ég greinist sjálf með krabbamein. Greindist með mjög sjaldgæft svona slétt vöðvafrumu krabbamein og var svo yngsta sem hefur greinst með þetta krabbamein í 30-40 ár, hélt læknirinn. Þannig að ég hef farið sjálf í gegnum þessa baráttu og samt heilsuhraust búin að fara í gegnum þetta og bara gengur vel í dag. Þannig að þetta svona skiptir mér rosalega miklu máli, þetta málefni og að styrkja þetta málefni. Já. Og ætlar að láta bara föstudaginn vinnuna þína, hún rennur öll til styrktar Krabbameinsfélaginu. Já, þannig að allur hagnaðurinn þann dag og alla mína tekjur þann dag fara bara beint til Krabbameinsfélagsins og svo ætlar hún Nelly sem tanntæknirinn minn sem við vinnum saman á hverjum degi, hún ætlar líka að gefa vinnuna sína þennan dag. Þannig að við vinnum yfirleitt bara fram á hádegi á föstudögum en við ætlum að bæta við okkur þennan daginn til að auka inn, eða taka inn meiri tekjur til að láta betra okkur leiða, sko. Hvað var þetta ekki, hvenær gerist þetta? Þetta hefur verið mikið áfallið ekki fyrir unga mannesku að fá krabbamein svona og þá svona sjaldgæft? Jú, rosalega mikið áfall. Ég var 23 ára. Ég var nýkomin inn í tannlæknin þegar ég greinist, búið með 1 ár í tannlækninum og þetta rosalega mikið svona, allt í einu maður orðinn ódauðlegur, sko. Þannig að lífið breytist rosalega mikið eftir svona reynslu og ég átti rosalega erfitt bara heilt ár eftir krabbameini að ég svaf eiginlega ekkert út af martröðum og svoleiðis. Þannig að maður ennþá að díla við þetta svona eins í dag þótt þetta sé löngu búið, sko. Það alltaf eitthvað svona smá heilsukvíði í manni og svona en þetta samt líka á sama tíma styrkir mann alveg rosalega mikið. Og þrátt fyrir erfiða reynslu þá ég líka þakklát fyrir þessa reynslu, sko, af því að mér finnst ég lifa aðeins öðruvísi lífi heldur en margir kannski jafnaldra mínir sem lifa svolítið hratt og svoleiðis og maður auðvitað lifir líka hratt en ég svolítið fljót að koma mér aftur niður á jörðina að lifa svolítið í núinu og gera bara nákvæmlega það sem mig langar að gera, ekkert að vera að bíða með hlutina, sko. Já, þannig að þetta svona breytt viðhorfið þínu. Algjörlega, sko, algjörlega og passa mig að drekka mér aldrei of mikið í vinnu og drekka mér ekki í einhverju sem mér finnst leiðilegt, sko. Þannig að ég alveg bara, passa rosalega að halda miklu jafnvægi og gera líka hluti sem mér finnst skemmtilegir. Hvað kom til og fórst út í tannlæknin og hvenær kláraðir námi, hvenær byrjaðir að vinna? Sko, ég náttúrulega bara unnið sem aðstoðarmaður tannlæknis svona klíka, eins og það kallast, hjá pabba. Pabbi náttúrulega tannlæknir líka. Þannig að ég segi oft að grínast í pabba að ég sé búið heila þó mig, en ég fekk áhuga á þessu mjög snemma. Og þetta rosalega svona mikil handavinna, fínhreyfingar, sem hefur alltaf hentað mér rosalega vel. Ég elska allt föndur og svona. Þannig að áhuginn kviknaði mjög snemma. Ég var örugglega bara 14 ára þegar ég ákvað að vera tannlæknir, sko. Þá byrjaði ég fyrst að vinna hjá pabba. Svo hef ég svona pröfað alls konar þess á milli, í gegnum árin til að sjá hvort þetta sé virkilega það sem mig langaði til að gera. En svo bara fór ég í klásu sinni heima og komst svo í gegnum hann og ég útskrifaðist í fyrra, 2024, en ég er búin að vera að vinna sem tannlæknir í núna 2 ár, bara með náminu líka. Já, þú lendir í veikindum og síðan ertu búin að eignast barn og þannig að það ýmislegt búið að gerast á stuttri ævi. Mikið búið að ganga á bara síðustu 7 ár. Það eru 7 ár núna í sumar, voru 7 ár síðan ég greindist með krabbameini, þá nýkomin inn í tannlæknin. Þetta var svolítið spes. Hafið þetta að þig? Nei, ég lét ekkert stoppa mig. Ég greinist á þriðjudegi
og ég fór í vinnuna morgunin eftir. Þá var ég flugfreyja hjá Vá og ég fór í morgunflug morgunin eftir af því ég ætlaði sko ekki að láta þetta stoppa mig en maður bara í einhverju móki sko. Ég ætlaði að spyrja þig með því, hvernig eru fyrstu viðbrögðin? Já, þetta var alveg, þetta svo skrítið, ég fer í bara svona ég fór bara í svona, maður fær bréf heim þegar maður 23 ára, maður fær í leghálsskoðun af því ég fekk þetta krabbamein í leghálsinn og svo bara líður tíminn, ég að reyna að komast í gegnum klásus, mig grunaði að það væri eitthvað að, ég var komin með eitthvað smá einkenni og ég ætlaði sko ekki að láta neitt stoppa þennan klásus af, ég ætlaði að komast í þetta nám. Þannig ég frestaði því eins og ég gat að fara í þessa skoðun. Svo bara dreif ég mig þegar ég var búin með fyrsta árið í tannlækninum og þá kemur þetta í ljós, það tekið sýni og svona og það kemur í ljós að þetta sjaldgæfa krabbamein og þá bara byrjaði boltinn að rúlla og maður bara einhvern veginn bara tekin áfram bara í ferlinu, ég bara, maður bara heima og bara bíða eftir næsta verkefni og svoleiðis. Greinist á þriðjudegi, mamma fór með mér í viðtalið, greiningaviðtalið og við setjumst niður og hann segir ég ætla bara ekkert að bara bíða með þetta, ég ætla bara að segja að þú ert með krabbamein og ég man það kom svona hljóður úr mömmu og ég man, ég dofnaði bara öll, ég gat ekki staðið í lappirnar eða neitt, ég grét ekki eða neitt, þetta bara svo skrítið, maður fer í eitthvað svona survival mode sko og svo og mamma náttúrulega fær alveg áfall og það bara svo bara byrjar boltinn að rúlla, það eru bara myndatökur og blóðprufur og svo fer ég bara í aðgerð 3 dögum eftir að ég greinist og svo fer ég 3 vikum eftir það í jáendaskanna í Danmörku. Þannig að þetta bara, maður bara áfram gakk og svo bara hélt ég áfram að vinna, svo fann ég bara ég gat ekki verið að vinna. Þetta var bara, ég fór í morgunflug daginn eftir að ég greinist og alla leiðina heim úr fluginu þegar ég var búin að vinna, þá bara, ég held ég hafi grenjað alla leiðina heim, það bara einhvern veginn kom áfallið yfir mig sko. En það eiginlega ekki fyrir nokkrum mánuðum eftir að ég kláraði ferlið þegar ég var bara orðin frísk, þá kemur höggið sko. Þá einhvern veginn líður manni eins og sé allir búin að gleyma þessu, en maður ennþá að díla við svolítið svona andlegu djöflana sko, eftir svona áfall. En hvernig þetta svona nokkrum árum eftir þetta, þú veist, hvað ferð í eftirlit og... Já, ég var í þéttu eftirliti fyrstu 5 árin, en hann vill hafa mig, krabbameinslæknirinn vill hafa mig í eftirliti einu svona ári ennþá, af því að þetta þannig tegund, þetta sarkóma heitir þetta, og það svolítið aggressíft, þannig að ef það eitthvað þá fer ég beint til hans og hann skoðar mig alltaf rosalega vel og hann segir alltaf við mig, þú átt alltaf að koma strax ef það eitthvað, af því að við tökum enga sénsa. Þannig að ég alltaf í einu svona ári, fer ég að hitta hann og við förum yfir málin og svona. En annars bara full frísk sko. Kristjana, þú ert búin að vera eitthvað að leika þér svona á samfélagsmiðlum með tannlækningarnar. Hvað ertu búin að vera að gera? Ég svona reglulega setja inn myndbönd á TikTok. Ég svona aðeins þar. Það svona bara eftir skapi og eftir í hvernig stuði ég Mér finnst ótrúlega skemmtilegt að setja þarna inn á TikTok. En svo ég bara með minn Instagram-account sem reyndar lokaður en svona þannig að ég geti stjórnað flæðinu þar inn. Því ég með lítið barn sem ég vil ekki að allir sjái. Þannig ég geti stjórnað hverjir koma þar inn. En ég svona leik mér aðeins á TikTok og setja inn myndbönd og daginn þegar var ljósanótt þá ég svolítið hvatvís. Datt mér í huga setja á mig svona tannskraut, svona demanta og ég sagði einn kannski aðeins svo lítið, set 3. Þannig ég var bara á föstu deginum áður en heimatónleikarnir og það voru, þá var ég að hreinsa og setja á mig demanta og svo endaði eiginlega þannig að það voru 3 tanntæknar líka komnir með demanta á sig sko, þannig að ég var komin smá hjarðhægðun í okkur á stofunni í ykkur föstudagsgýr sko. Erum við að tala alvöru demanta eða kallið þetta demanta? Já, við kallum þetta bara demanta. Þetta bara svona steinar, svona skraut. Þú varstu búin að vera að gera eitthvað meira? Varstu búin að vera með eitthvað, varstu að útskýra eitthvað á TikTok? Já, svona, þú veist,
aðeins svona smá tannlæknatengt. Ég ætlaði nú ekkert að fara eitthvað mikið í það því ég held að sé mjög krefjandi að fá á sig, af því það er auðvelt að gagnrýna á svona á TikTok, þú veist, að fá alls konar komment og svona. En mér fannst svona, það er svona mikilvægur punktur sem að kom mér svolítið á óvart að var einn einstaklingur sem kom til mín sem sagði að öll fjölskyldan skólar eftir að hún skyrpir út tannkreminu eftir að hafa tannburstað sig. Og mér fannst það svo áhugavert og þá fattaði ég að það eru rosalega margir sem að gera þetta. Og ég hugsaði að þetta gæti verið svolítið skemmtilegt TikTok, þannig að ég skellti á TikTok. Það eru svo ógeðslega margir sem að halda að þetta sé rétt að gera þetta. Alltaf verið að tala um þetta í bíómyndum eða alltaf sýnt frá þessu í bíómyndum. Að þetta er svo algengur misskilningur. Það kom líka skjólstæðingur til mín í morgun og talaði um að öll fjölskyldan gerði þetta. Og það er að skóla munnin eftir að tannburstar. Þetta er gert í öllum bíómyndum og ég veit ekki af hverju, en þá skyrpa og ekki skóla. Ég veit að Valdís tekur þetta bara allt fyrir. Farið og horfa á hana, hún er geggjuð. Munið bara skyrpa og ekki skóla munnin eftir að þið tannburstið ykkur. Við viljum að flúorinn liggi á tönnunum. Og svo auðvitað það sem að varð svolítið vinsælt, það var Ellý Ármanns eftirhermu vídeóið mitt, sko. Það var mjög skemmtilegt, en það skemmtilega við það var að pabbi kom eiginlega með þessa hugmynd, sko. Við stóðum inn á kaffistofu og Sigrún sem er að aðstoða hann, hún segir, næsti sjúklingur er kominn, já, hvað er ég að fara að gera? Það er viðgerð? Já, hjartans þakkir, segir hann. Og þá hugsaði ég, vá, það er örugglega geggjað að vera með deyfisbrautur og gera svona eins og Ellý Ármanns gerði. Og þetta var bara mjög snemma þegar þetta trend byrjaði, sko. Þannig að ég setti það á TikTok og það varð mjög vinsælt. Og svo hefur fólk komið til mín og sagt, já, hjartans þakkir, þegar við labbað út. Er gott fyrir tennurnar að borða mikið nammi? Já, hjartans þakkir. Er gott að fara til tannlæknis og láta draga úr sér allar tennurnar? Já, hjartans þakkir. Ertu að fá viðskiptavini á öllum aldri? Já, alveg öllum aldri. Gamla kalla líka? Já, algjörlega, sko. Og ég hef rosalega gaman að því að vera með eldra fólk hjá mér. Og stefni að því að þjónusta mögulega eitthvað aðeins upp á spítala eða hjúkrunarheimilum. Kannski fara 1 dag í viku á svoleiðis. Það er svona ennþá í smá samningaviðræðum. Það væri allavega mjög skemmtilegt. Ég hef mjög mikinn áhuga á eldra fólki. Það hefur svo fallega sögu yfirleitt að segja, sko. Og yfirleitt er vinnan með eldra fólki svona svolítið spjall. Það er svona vinna fyrir utan munnin en með fólki í stólnum. Þannig að maður kynnist fólki rosalega vel og eldra fólki er bara búið að lifa lífinu og þau eru oft svo rosalega þakklátt fyrir þjónustuna sem að það fær. Þannig að það gefur mér rosalega mikið að tala við þau og heyra hvernig lífið þeirra hefur verið og svo verður þetta oft svolítið persónulegt. Fólk opnar sig meira og þetta verður rosalega á svona persónulegum nótum. Allt öðru sinni ef það eru yngri viðskiptavinir? Já, allt öðruvísi og ég er líka rosalega gaman af börnum og líka bara öllum aldri. Mér finnst það rosalega fjölbreytt og skemmtilegt að hafa bara allan aldur. En yngri kynslóðin, það er krefjandi að vera með börnin af því að maður vill alltaf ná góðri samvinnu og að þau fái þessa góðu upplifun. Þannig að það skiptir mann rosalega miklu máli að þau labbi alltaf glöð út, sko. Það þarfst ekki að ég er sérstök típið og nenni að vera garfón í munninum af fólki. Jú, ég heyri þetta mjög oft. Bara hvernig getur eiginlega verið í þessu, sko. En ég veit ekki, manni finnst þetta ekkert ógeðslegt, sko. Svo skil ég ekki fólk sem getur unnið með tær. Mér finnst það algjör viðbjóður. En þetta er kannski engu skárra fyrir fólk, sko. En ef maður er andfúll? Já, en við erum náttúrulega með maska, sko. Þannig að við erum vel varin, sko. Finnum ekki lyktina? Við finnum ekki lyktina, ekki eins sterkt, sko. Ertu með laust fyrir þá sem eru með andremmu? Laust? Já, hvað á það að gera?
Já, það rosalega mismunandi hvað getur verið að valda andremmu, sko. Þannig að rosalega mikilvægt bara að reyna að komast að rót vandans. Það getur verið hálskirtlar, það getur verið bakflæði, eitthvað svona sem að kemur mér svo ekki við. En það samt hluti af okkar starfi og við lærum það líka að skoða það. Svo getur það líka verið tannatengt, sko. Það ekkert rosalega góð lykt af bakteríum úr munni, sko. En maður þekkir lyktina. En að lokum, Kristjana, eitthvað nýtt í svona tannlæknaheiminum varðandi burstun eða til dæmis? Það bara gamli góði, þetta kallast basstækni, tannburstunartæknin. En það sem að flestir gera er gleyma að fara upp á tannholdið. Það svona algengast að fólk gleymi þegar það að tannbursta sig. Það að tannbursta vel upp á tannholdið. En annars þetta bara alltaf sama gamla góða, bara tannbursta vel, 2 á dag og tannþráðurinn. Að sjálfsögðu. Já, hann mikilvægur. Já, hann mjög mikilvægur. Hann var ekki mikið notaður í gamla daga. Nei, einmitt. Og bara tannburstin sjálfur, ekkert endilega mikið notaður í gamla daga. En hvað, með hverju mælið? Maður burstir sig þegar maður vaknar og áður maður fara að sofa? Já. Gamla góða reglan? Absolutt, já, nákvæmlega. Það alveg ljóst að þér finnst gaman í vinnunni? Já, mér finnst það mjög skemmtilegt og ég hef rosa mikinn áhuga á þessu, sko. Sem betur fer, það alltaf gaman að mæta í vinnuna. Það forréttindi. Takk fyrir spjallið. Sömuleiðis.